Komið sæl, Anna Helga heiti ég og í þessu myndbandi ætla ég að fara í hluta kaflans ályktanir fyrir talnabreytur í bókinni Tölfræði frá grunni. Og við ætlum að fjalla eða skoða ályktanir meðaltal þennan fyrsta hluta. Það oft svo að við viljum draga ályktanir meðaltal talnabreytu og hér í þessum hluta þá erum við að skoða eitt þýði og meðaltal þess þýðis. Og hér látum við lýsa meðaltalinu fyrir allt þýðið. Svo tökum við úrtak úr þýðinu og getum reiknað út meðaltal úrtaksins og við notum x-bar til að tákna meðaltal úrtaksins. Svo við ætlum að gera skýran greinamun á og x-bar. Meðaltal þýðisins sem við ekki þekkjum, x-bar meðaltal úrtaksins sem við getum reiknað út eftir að við erum komin með mælingar. Nú viljum að nota þessa mælingar til þess að draga ályktanir þýðismeðaltalið og við gerum það ýmist með að reikna öryggisspil eða framkvæma tilgátupróf. Hér ætlum við að beita höfuðsetningu tölfræðinnar en hún gefur okkur að líkindadreifing meðaltals breytu fylgir normaldreifingu ef það byggir á nógu mörgum mælingum af breytunni. Og þetta ætlum við að nýta okkur hér. Staðalfrávik meðaltalsins staðalskekkja sem sigma yfir rótinni af n. Í 95% tilvika mun meðaltal úrtaksins lenda innan tveggja staðalskekkja frá þýðismeðaltalinu. Við þekkjum nánast aldrei sigma yfir rótin af n. Sigma líka svona þýðistiki sem við iðulega þekkjum ekki. En ef n nógu stórt, þá getum við notað s sem staðalfrávik úrtaksins til þess að nálga þessa sigmu hér og ef n mjög stórt þá þetta ágætis nálgun. Þannig að til þess að smíða þetta öryggisspil og svo prófstærðina að þá beitum við hér höfuðsetningunni sem gefur okkur staðalfrávik meðaltalsins. Ef við ætlum að smíða öryggisspil fyrir þegar sigma þekkt og aftur sigma þessi staðalfrávik þýðisins sem við iðulega þekkjum ekki. Það aðeins ef við tökum það sérstaklega fram að við getum gert ráð fyrir að það sé þekkt og það geti verið að við erum að skoða eitthvað fyrirbæri sem bara hefur verið rannsakað mjög mikið og við getum gert ráð fyrir því að sigma sé þekkt en iðulega það ekki svo. En ef svo að þá reiknum við öryggisspil fyrir og eftirfarandi hátt. Hér erum við með meðaltal úrtaksins. Hér erum við með gildi sem við flettum upp í töflustöðluðu normaldreifingarinnar og ef við erum að vinna með alfa jafnt á 0,05 þá myndi standa hér zeta 0,975. 1 mínus 0,05 deilt með 2. Það mörgföldum við svo með sigmu og deilum í með kvadratrótin af n. Efra markið, þetta jafna lítur alveg eins út nema í staðinn fyrir að draga frá þennan part hér frá úrtaksmeðaltalinu þá leggjum við hann við. Það þið sjá hér mínus og hér plús. Öryggisspilið skrifum við svo, við reiknum þetta út, hér verður bara einhver tala og þetta verður einhver tala og við skrifum öryggisspilið á þennan hátt upp. Ef við ætlum að reikna öryggisspilið fyrir og n mjög stórt að þá hreinlega getum við, ég ætla að fara hérna tilbaka, skipt þessari sigmu út fyrir s. Þannig að hér getum við skrifað s í staðinn, s núna orðin góður mælikvarði á sigmu. Svo að öryggisspilið okkar, þetta nákvæmlega eins, nema hér setjum við s í staðinn fyrir sigmu og þetta þá staðalfrávik úrtaksins sem við getum alltaf reiknað út þegar úrtakið, mælingarnar liggja fyrir.